Já, velkomin á Frelsi TV, það sem að bullið blómstrar, ekki? Hérna, ég ætla aðeins að fjalla orðið vald sem að í raun orðið ofbeldi í dulargervi. Og ég fjallaði áður að þessa dæmisögu tvo menn, Jón og Palla, sem eru saman í herbergi og allt í einu ákveður Jón að stela Páli einhverju sem hann á og þá samstundis segir Páll: já, þetta er bara í lagi að stela, og þá stelur hann bara tilbaka og síðan út í eilífðina stelur Jón og Páll bara hver á öðrum og þetta endar í vitleysu og allir þjófar reikna út líkurnar á því að geta haldið feng sínum. Það er engin þjófur eða ræningi sem að rænir til þess að því verði rænt á honum samstundis aftur. Þá hefur það svona kostnaðargreiningin skila neikvæðri niðurstöðu. Það borgar sig ekki að stela ef því er stólið af þér strax aftur. Og valdstjórnin á Íslandi eða valdstjórnir heimsins, þetta er ekki bara bundið við Ísland, eru skipulögð glæpasamtök og mafíur, skipulögð glæpasamtök eða skipulagða mafíur, hvað við kalla það. Mafía er skipulögð glæpasamtök, þannig að við getum kannski bara kallað það mafía. Og til þess að mafía geti haldið ránsfeng sínum, eða valdstjórnir orðið svona æðsta form af mafíustarfsemi. Þeir eru komnir með gríðarlega mikla hugmyndafræði og þjóðfélagsverkfræði til viðbótar við hreina mafíustarfsemi. Og grunnurinn að mafíustarfsemi og skipulögðum glæpasamtökum er að eitthvað fólk, einhverjar manneskjur ákveða það að það er ætla ekki að vinna, það er ætla að hafa rosalega gott og vera ábúðslega ríkar og lifa í munaði og þeir ætla að ræna af öðru fólki sem býr til verðmæti. Það er grunnurinn af mafíuhugsuninni. Og til dæmis það að innheimta verndartolla er elsta mafíutrykk veraldar, sennilega eldri starfsgrein heldur en melluskapurinn. Að það er að fara til eitthvað fólk, bónda sem er að rækta mat eða sem er með eitthvað fyrirtæki, verslun er mjög frægt til dæmis. Að mafía, eða fulltrúar mafíunnar fara þangað og segja: heyrðu, við erum mafía, það er mikið ofbeldi hér í nágrenninu og þú þarft að borga okkur verndartoll eða skatt eða hvað þú vilt kalla það. Og þeir sem að segja nei, þeir verða fyrir ofbeldi sömu aðila og komi með tilboði. Það er grunnurinn að mafíustarfsemi. Og til þess að ná að framkvæma þetta dæmi, þá þarftu að aðskilja réttindi Jóns og Páls. Jón sem að vill endilega stela ykkur af Páli, hann þarf að búa til eitthvað trikk eða eitthvað neginn. Þegar að Jón tekur frá Páli, þá heitir það skattur eða réttmætt upptak á eignum eða eitthvað svona töfra orð. Og þegar Páll gerir tilraun til þess að stela draslinu sinu tilbaka eða stela ykkur af Jóni bara yfir höfuð, að þá heitir það allt saman einhverjum öðrum orðum. Það heitir rán eða nauðgun eða ofbeldi eða allt það versta sem getur hugsað. Og þannig er búinn til tvöfaldur standard eða doppelstandard. Og í íslensku málfari má sjá sönnun þetta í orðanotkunni vald og orðanotkunni ofbeldi. Að þegar að einhver er ósáttur við eitthvað á sínu heimili,
og beitir valdi til þess að breyta því ástandi, þá heitir það ofbeldi í nútíma samfélagi. Þegar að valdstjórnin sem býr ekki einu sinni á heimilinu ræðst inn á heimili með hurðin á bakinu og í vígbúnaði og vopnum, þá heitir það valdbeiting. Og oft á tíðum miklu meiri afleiðingar, allt ofbeldi hefur afleiðingar. Og þarna verið að blekkja fólk með skipulegum hætti. Þetta er það sem heitir þjóðfélagsverkfræði, dæmi það. Og ég heyrði nýlega, eins og þið vitið að vinna á næturvöktum núna og hef þá mikinn tíma til þess að hlusta á alls konar gúmilaði og pæla mikið. Og ég var að hlusta á hann Stefán Miljónu, sem að heimspekingur og mjög klár náungi, þó að ég sé ekki sammála hann allt, sem náttúrulega gerst hann aldrei, ég sé sammála einhverjum allt. Hann tók þennan punkt upp sem hárréttur hjá honum, að ég hef ekki heimild til þess að ráðast að manni og berja hann í klessu. Það allir í mannkyni eru sammála því, nema að sé eitthvað aðrir í haustum, sem náttúrulega mörgu að þessu liði sem að ég að kritisera. En burtséð frá því, það annar þáttur að tala um það. En svona mannkyn sammála um það að einn maður eða ein manneskja getur ekki ráðist að annarri manneskju, og það heitir á íslensku ofbeldi. Og það eitthvað sem að mannkyn tilbúið að beita sér meira sér til þess að afstýra. Þegar að ég kannski að labba út á götu og ég sé einhvern einstakling ráðast á annan einstakling út af einhverju ástæðu, þá eru ákveðnar líkur til þess að ég geti skorist í leikinn og til þess að rétta hlut þessa sem að ráðist á. Líka ef að ráðist á mig til dæmis, bara einhver gaur út á götu, ég hef nú lent í því, bara einhver gaur út á götu byrja bara að gefa mig kjafsök og ráðast á mig, þá hef ég heimild til þess að verja mig. Sjálfsvörn, að nota ofbeldi til sjálfsvarnar ekki glæpur. Að beita ofbeldi að því bara glæpur. Ég held að það hafi aldrei verið tímabil í mannkyns sögunni þar sem að menn hafa verið eitthvað að efast þessi grunnatriði. Ef þú voru með einhverja athugasemdir við þessi grunnatriði, þá hefði ég gaman að heyra röksemdafærslan á bak við það. En málið með lögguhauga, að þeir samningur mannkyns við lögguhauga þess eðlis að ef að einhver ræðst á mig ólögmætt, að þá hef ég þessa heimild til þess að beita ofbeldi til þess að verja mig. Og ég hef líka heimild til þess að framselja þessa heimild mína til sjálfsvarnar til fleiri aðila, eins og til dæmis lögreglu, þjóna. Og þannig kemur lögreglu þjóna starfið til. Það til þess stofnað á réttum forsendum. Það sem sagt að stofna til fyrirbæris eins og lögregluþjóna sem sagt réttmætt aðgerð. Hins vegar
þetta líka þegar ég verið að tala sko að framselja vald, eða sem sagt, til dæmis uh, það sem sagt í þessum grunngildum, þá hef ég vald til þess að verja mig með ofbeldi, sem þýðir að ég get framselt því valdi til einhvers annars til þess að hjálpa mig til þess að uppfylla þessa sjálfsvörn. Hins vegar, ef ég ætla að beita einhvern annan ofbeldi til þess að innheimta honum verndartolla eða ná honum nestinu eða hvað það sem í gangi þann daginn, þá það óréttmætanleg aðgerð að beita ofbeldi bara því að mér langar til þess eða því að ég ætla að græða eitthvað á því eða whatever, hver sem ástæði mín þá það óréttmæt aðgerð og ég hef ekki það vald til þess að gera það, til þess að fremja ofbeldi ástæðulausu, sem þýðir það að ég hef ekki þessa heimild sjálfur, sem þýðir að ég hef ekki heimild til þess að framselja eitthvað svona heimild til eitthvað annara. Ég sem mafjósi get til dæmis ekkert réttlætt það í þessu samhengi að já, ég fór hérna í búðina, ég sagði að þú að borga mér hérna 100 áskall á mánuði í verndartoll eða ég rústa öllu og svo sendi ég hérna einhverja aðra gaura til þess að framfylgja þessu ofbeldis hugmyndum mínum. Það fríar mig ekkert sko. Ég ekki það bara stikk frí að einhverja aðrir gerðu ofbeldið og ég gerði dílinn, skilur. Það breytir akkurat engu. Og þessna náttúrulega þetta múrara eða meitlara merki sem lögreglumenn bera bara hálfur sannleikur, eins og mjög algengt í þessum viðbjóði, að þar stendur með lögum skal hann byggja. En seinni hlutin af þessari setningu með ólögum eyða. Og þá verið að vitna í þetta að valdstjórnin eins og hún kynni sig, mafían kynni sig sem valdstjórnin sem lígveldið eins og að leggur sig, að það meðal annars að innheimta tolla og gjöld og verndartolla með ofbeldi. Og lygin þeirra, lígveldið, lygin í lígveldinu að þeir hafa einhvern veginn öðlast þessa heimild frá almenningi, frá fólki, öðrum landsmönnum, eða allir landsmenn hafa valið þessar fígúrur til þess að framfylgja eitthvað konar ofbeldi og ræna börnum af heimilum fólks, bara einhverjum finnst ekki nógu vel skúrað gólfið eða eitthvað, þá bara mætt með ofbeldi og börnum rænt af heimilum fólks. Ég get ekkert bara að því ég eitthvað pirraður hérna út í nágranna minn, mér finnst hann ekki alveg vera svona að gera uppeldi eins og mér finnst hann að gera, þá hef ég enga heimild til þess að bara fara og taka börnin hans. Get ég það? Allir segja núna nei, þú getur það ekki það vel. Já, mér finnst það fara rosa lítið með börnin og það ekki búið að skúra gólfið og ég sá á 50 í síðustu viku þá tókuðu ekki til í garðinu sko. Þá hlýtti ég að mig að taka börnin hans og selja þau eitthvað, það ekki? Það alltaf eitthvað peningur í svona málum og ennþá segir hún nei, þú mátt ekkert gera neitt svona sko. Og það þýðir það að ég hef enga heimild til þess að framselja þess konar valdi til einhvers annars. Þannig að lygin sem að valdstjórnin byggir á að þeir hafa fengið einhvers konar heimild frá fólki sem ekki með heimild til þess einu sinni sjálft. Þannig að þessir heimskingjar, þessir hauga heimskingjar sem kalla sig, sem að melda sig inn sem aðilar að valdstjórninni, lifa í blekkingum, lifa í lyga heimi
og heimsku heimi. Þetta fólk óbúslega heimst. Og til dæmis lögguhaugar ekki ráðnir nema þeir séu með lága greindarvísitölu, af því að þeir myndu til dæmis aldrei skilja það sem ég er að segja núna. Lögguhaugur sem horfir á þetta myndband hérna, hann bara veit ekkert hvað ég er að segja, sko. Hann hefur bara ekki vitsmunina í það. Hann er hérna alinn upp af Disney-druslum, sko. Þar sem að athyglisspannið er ekki mælt í sekúndum heldur sekúndubrotum, sko. Og það er allt saman skipulagt af þessum mafíubossum sem að vilja innheimta einhverja svona tolla og gjöld. Og til þess að framkvæma þessa lygi og til þess að fá fólk til þess að einhvern veginn vera með í þessu, kyngja þessu, þá eru búin til 2 orð. Annað heitir valdstjórnin, þetta er svona valdbeiting, þetta er valdbeitingaraðgerðir lögreglunnar, þetta er vald, þetta. En í raun er alltaf verið að segja ofbeldi. Þetta eru ofbeldisaðgerðir sem að ofbeldisstjórnin er að framkvæma og það var beitt ofbeldi til þess að ná þessum árangri. Og það situr einmitt svona, þið sjáu þetta núna í PSYOP aðgerðum haugana með heimilisofbeldi. Þá eru þeir að segja, sko, já, við þurfum að fara inn á heimilin með hurðin á bakinu í svona sérsveitar græjum. Ég skal bara sýna þetta hvort YouTube leiði mér að birta eitthvað hérna núna. Það er nú ekki verið alveg vinsælt. Ég vona að sjá þetta. Ég setti bara inn í Google valdbeiting lögreglunnar. Þá sjáu þið alls konar svona fólk í sérsveitabúningum og með hríðskotabissur og spreyjandi eiturefnum af fólk. Og bara svona hauga sem maður myndi kalla glæpamenn. Þetta eru bara glæpamenn. Og hérna setti ég inn sérsveitin, sjáu þið. Hérna eru sérhæfðir glæpamenn á ferð sem að eru með morð á bakinu til dæmis. Þetta eru morðingjar og og gríðarlega mikið ofbeldis fólk. Og síðan ef við kíkjum hérna á fyrirbæri ofbeldi, þá sjáum við kemur allt önnur mynd. Það er alveg fórnarlömbin, ofbeldið á heimilunum, allt önnur hugsun. Og þetta er þjóðfélagsverkfræði. Þetta er PSYOP, eða psychological warfare, gegn litla heila skotinu þínu. Þetta er gert til þess að hræða þig og blekkja þig og ljúga þér og stela þér lífi og peningum. Sko, sagt er að tími er peningar. Það er ekki satt, sko. Ef að tími er eitthvað, þá er tími líf. Og það er verið að reyna að setja líf í einhvers konar tímakassa til þess að geta beitt viðkomandi ofbeldi. En það er það sem ég hef verið að segja, að grunnurinn undir valdstjórnina, ala ofbeldisstjórnina, grunnurinn undir allar valdbeitingar þessara hauga, ala ofbeldi þessara hauga, á sér enga stoð í raunveruleikanum. Þetta er ímyndunarveikt fólk sem býr við eitthvað svona bábiljur og býr í svona annarlegum heim einhverjum. Og þegar þessi mál verða tekin til raunveruleikans aftur, þá, og þess vegna hef ég sagt ykkur að skrifa niður eða taka niður einkenni þessa fólks,
sem sagt vita hverjir þetta eru, taka ljósmyndir af andlitunum þeirra og vita svona hvaða fólk þetta er og nafnið þeirra kannski og eitthvað svona einhver kennimerki á þeim. Af því að þegar þetta allt saman fer til raunveruleikans, þá eru þessir einstaklingar, þegar þú tekur lygina frá, þá standa þessir einstaklingar ábyrgir gegn mannkyni. Og eða með mannkyni, við menninir, við fólkið. Að þegar þessi lygastormur líður hjá, þegar að sandfokið, sandurinn sest aftur og fólk fer að sjá svona raunveruleikann aftur, þá eru þessir einstaklingar ábyrgir fyrir öllum sínum gerðum. Til dæmis fólkið sem ég fjallaði sem rændi barni upp í Mosesbæ, það allt saman persónulega ábyrgt fyrir þessum glæpum. Og fólkið sem fór upp í Hraunbæ og drap einstakling þar, það allt saman morðingjar. Og þeir sem hafa tekið þátt í hylmingu yfir því morði eru samsekir því morði, allir. Og þannig að það mjög mikilvægt að halda til haga hverjir glæpamennirnir eru. Og sama blekking, ég ætla ekki út í það núna, en það sama orðaleikur í að réttarfar, orðið réttarfar orðið óréttlæti í dularbúning líka. Réttarfar snýst að svipta fólk kerfisbundið réttlætinu. Og það þetta bara raunveruleikinn. Þetta bara, já, og annað sem ég ætla að segja, að þegar haugar eins og lögregluhaugar og ofbeldisstjórnin eða valdstjórnin eins og hún kallar sig, að þegar hún komin út í þetta helvíti sem þeir eru í, þá eru þeir búin að líka missa tengslin við mannkyn og raunveruleikann. Þetta fólk á til dæmis engar kröfur á mig einhverja vernd eða eitthvað að ég hjálpi þessu fólki. Þetta fólk í raun sturlaðir ofbeldiseinstaklingar og ég með heimili mitt, ég hef heimil til þess að búa varnir heimilis minns, þannig að ef að svona geðsjúklingar eða svona haugar fara að nálgast heimili mitt, þá hef ég heimil til þess að undirbúa varnir mínar gegn svona fólki, eins og í valdstjórninni og hluta lögregluhöfunum. Og það sama gildir einhvern hópa fólki, að því að hópur af fólki hefur heimil til sjálfsvarnar. Hópur af fólki, að því allir einstaklingar í þeim hóp hafa réttinn til sjálfsvarnar. Hins vegar hópur af fólki sem beitir ofbeldi fullkomlega bara fyrir utan hugtakið mannkyn. Þeir eru bara komnir í eitthvað annað dæmi, sko. Og þess vegna hefur fólk heimil til þess að undirbúa sjálfsvörn sína gegn þessu þekkta ofbeldishaugum sem eru búin að fremja morð, húsbrot á heimili, barnarán og náttúrulega fjárhagsglæpi, alla eignaglæpina sem liggja í slóð þeirra, að þetta fólk sannaðir glæpamenn.
þess vegna hefur fólk sem ekki hluti af þessari skipulögðu glæpastarfsemi, það hefur réttmæta heimild til þess að undirbúa sjálfsvörn sína. Og það sagt að sannleikurinn sigrar alltaf að lokum. Þetta sem ég að segja núna tel ég vera nokkuð nálægt því sem við köllum sannleikurinn eða raunveruleikurinn eða hvað ég veit að bæla meira í þessu orðið sannleikur. Sannleikur, já, það hugsanlega blekking þar líka í orðinu sannleikur. Ég að skoða. En fyrir mér það meira raunveruleikinn. Ef ég trúi því að ég geti hlaupið í gegnum vegg, þá mun það skaða mig að reyna það. Og ef ég reyni það 15 sinnum, þá eitthvað mikið, eða þá eitthvað í heilabúinu á mér, væntanlega. Ekki í hlaupavöðunum, heldur í heilanum. Og sama með þetta, að raunveruleikinn sigrar alltaf að lokum. Ég get upplifað það sem sannleika, ég komin út í annað vídeó núna en allavega, það ég get upplifað það sem sannleika að ég get flogið. Og ég get farið upp á skýjakljúf og hoppað það fram á til þess að sanna það að ég get flogið og verið trúr þessu sannleika sem ég trúi. En raunveruleikinn mun sýna mér fljótt hver raunveruleikinn En þakka ykkur fyrir komuna og ég vil biðja ykkur endilega að styrkja starf mitt eða getið, eða þetta grúsk mitt og pæl og nota til þess PayPal-in sem í link undir og ég líka með eitthvað svona það sem ég hef hannað á Redbubble, það linkur einhvers staðar í það líka, ég held að sé undir líka og endilega að dreifið í myndböndunum mínum, það að segja við ykkur finnst það þessu virði, ég ekki gera það bara því bara og hvet ykkur til þess að vera með uppbyggileg komment undir, ég finna mikið á ensku myndböndunum, það diskussjón í kommentunum. Í íslensku kommentunum það eiginlega bara svona drullukast eitthvað. Þannig að ég hvet ykkur til þess að byrja að þroska ykkur upp í kreatífum kommenteringum. En takk fyrir komuna og verið sæl.